Sko það er auðvitað mikilvægt að hafa í huga sko grunninn í þessu máli. Jan Guillou, hinn sænski rannsóknarblaðamaður hefur orðað þetta ágætlega að sennilega er það einsdæmi í veröldinni að ákæruvaldið hafi nokkur staðar tekið sér til og farið fram á dóma fyrir tvöfalt manndráp án þess að geta sýnt fram á látnar manneskjur. Það svona sko grunnurinn í þessum málum að það er engin lík, það er engin sönnunargögn, það er engin vitnisburðir sem að halda þegar farið að skoða málin Þetta er ekki engin sönnunargögn. Sko þú verður að fara bara í bíó og þú verður að átta þig á því að sko til dæmis að þættirnir sem við sýndum á sínum tíma fyrir 14 árum síðan að það er ekki eitt einasta atriði í þessum 2 klukkutíma þáttum sem að hefur verið rengt. Það hefur ekki verið sýnt fram á eitt einasta rangt atriði eða það hefur farið rangt með í þáttunum að nokkru leyti. Þannig ég myndi bara hvetja sko Ómar Valdimarsson og aðra til þess að fara sko og sjá þetta bara og fara í gegnum þetta og ræða það síðan frekar en að lesa til dæmis Hæstaréttardóminn, það svo að segja. Vegna þess að sko myndin hún leiðir í ljós að Hæstaréttardómurinn að hann er ekki réttur. Hann er einfaldlega ekki réttur og akkur hann ekki réttur. Það er vegna þess að það eru mikilvægar skýrslur sem að koma fram í málinu, mikilvæg gögn sem koma fram í málinu sem að liggur fyrir óumdeilt að voru ekki lögð fram á sínum tíma þegar dæmt var í málunum. Hvorki sakadómi 1977, nýja Hæstarétti 1980. Þetta liggur fyrir. Það liggur líka fyrir að þeir lykilvitnisburðir, að þeir hér á nefnt Guðmundarmálið. Lykilvitnisburðurinn til dæmis í Guðmundarmálinu, það er vitnisburður Gunnars Jónssonar sem er sóttur til útlanda og svo sendur þangað aftur þegar búið að taka ákveðna skýrslu á honum. Nú lýsir hann því nákvæmlega með hvaða hætti sá vitnisburður var fenginn og lýsir því að hann hafi verið þvingaður til þess að gefa tiltekinn vitnisburð sem að ætlast var til af honum. Þannig að sko málið allt saman er kolfallið og það var kolfallið 1997 og hneykslið í þessu öllu saman er það að Hæstiréttur Íslands hafði tækifæri til þess þarna haustið að laga málið með því að heimila endurupptökuna þegar að liggur fyrir að allir vitnisburðir í málinu líka þeirra sem að þið segja að hafi ekki dregið tilbaka hvorki fyrir né síðar vitnisburður allra sakborninga í málinu höfðu verið dregnir tilbaka allra sexmenningana í málinu og það var strax 1997 þannig hafði Hæstiréttur tækifæri til þess að gera það rétta í málinu og leita sem sagt að réttlætinu og staðreyndunum í þessu máli og gera það almennilega. Þeir kusu að gera það ekki. Það auðvitað sko flækir málið verulega mikið. Það flækir stöðu málsins í dag. Ég lít svo á að sko hið geðveikislega ástand sem að skapaðist í þessum málum á sínum tíma á tímabilinu frá 1974 til 1977 og löngu eftir það reyndar að sko það einhvern veginn að við komumst aldrei yfir það nema með því að hreinsa þetta. Þetta er ótrúlega það sem gerðist þarna þegar eins og Ómar bendir á að í þessum pistli sem ég vitnaði á þannig að það eru 4 saklausir menn lokaðir inn í meir en 100 daga og það er náttúrulega hryllilegt og ég hef hyggað enginn þeirra af nokkuð með beðið þess bætur og síðan 200 vikur voru Kristján Viðar og Sverrir Selski í algjörri einangrun. Meir en 200 vikur. Já. Og síðan, og náttúrulega þessar sögusagnir sem fóru á Alþingi að forsætisráðherra Íslands væri bara þarna komin í aðila þessu, þetta var náttúrulega algjör geðbil og ég velti fyrir mér reyndar hvort að sko, við sýndum okkur nú í fjölmiðlunum hafa algjörlega klikkað að verðinum þessu fjármálaævintýri sem var hérna og það var kannski að því við vorum ekki sérstaklega vön svona löguðu, hvort að fjölmiðlarnir á þeim tíma hafi einmitt, þeir voru ekki vanir svona og einhvern veginn réði ekki alveg við það. Það var engin vanur svona sko. Nei. Við sem að vorum í fréttum á þessum tíma, við sem að mest sko, fylgdust með þessu og skrifuðu mest þetta og ungi menn, 25 ára. Já. Ég og maður og ágæta blaðamaður á Morgunblaðinu. Í sakadómi, þar sem að rannsóknarlögreglan í Reykjavík var undir, þar voru tiltölulega ungi menn. Þeir voru sko flestir á svona fertugsaldri kannski eitthvað svoleiðis sko. Já. Í Hæstarétti voru náttúrulega mjög sko, þrautreyndir og mjög klárir menn sem á endanum tóku þetta og dómarnir í sakadómi og náttúrulega
rauðgreindir og vandaðir dómarar. Já. En allt samfélagi, eins og þú segir, það var bara alltaf á öðrum endanum yfir þessu. En svo kemur þessi furðulegi þýski maður þarna, allt í hinn, sem var einhvern veginn, það bara einhvern veginn sér kapítúlu, það vil ég segja, sko, því að hann var engin sko ofur rannsóknarlögreglumaður. Já, hann var yfirmaður vesturþýsku lögreglunnar. Hann hafði verið stjórnandi 3 stærstu rannsókna á þessu tímabili. Baader-Meinhof og svona. Hann kom að stjórna rannsóknarinnar á Baader-Meinhof og Gunther Guillaume málinu sem leiddi til afsagnar Brandt. Þannig að sko hér engin, og Der Spiegel, innrásinni á Der Spiegel. Þannig að sko hér engin smá kanónaáferð og það til dæmis annað sem að sko er vert að sko skoða alveg sérstaklega að hvernig það gerist að á leynifundi á Akrapolishæði í Aþenu gengið frá því að sko að þessi Karl Schütz kommissar Kugelblitz komi hér og bjargi íslensku ríkisstjórninni eins og hann síðan listi síðar. Og hver átti frumkvæðið að þessu? Það íslenska ríkisstjórnin, það í raun og veru Ólafur Jóhannesson. Sko, dómsmálaráðherra sem gengur frá ráðningunni. Þetta svona svipað þegar þú plataðir Evu Sjóninga. Nei, sko, en setja þetta í samhengi síðan við það, þú ert með 20 krakka í Síðumálafangelsinu sem eru búin að vera þar mánuðum saman og málið allt í höng. Sko, ef við getum ekki horfst í augu við mistökin í þessu máli núna, þá getum við ekki sagt að við búum í réttaríki. Brynjar, vilt þú? Nei, ég bara átta mig ekki á hvað mistöki liggja. Ég meina við erum í hverjum einasta mánuði með mál sem niðurstaðan stendur og fellur með einhverju framburði, játningum, afturhvarfi frá játningum. Þetta ekkert nýtt. En vitni og sönnunargögn og allt annað, þetta verður að ganga saman. Nei, það þarf ekki alltaf að ganga saman. Vitnisburður, eitt sér getur dugað til sakfellingar. Það ekkert flóknar en það. Og ég meina, það bara krafan hér, ef þið horfið öll þessi kynferðisbrotamál, það bara krafan það eitt framburður bara dugi, ef hann trúverðugur. Þetta ekkert nýtt. Og hérna, við erum að tala afturhvarf frá játningu, ekki þegar þið komið fyrir dómara fyrst, löngu seinna. Þannig að þetta ekkert sko... En sko, tökum bara eitt dæmi. Það afturköllun sko Erlu Bolladóttur, gagnvart Erni Höskuldsyni sem var fulltrúi sakadóms á þessum tíma stjórnaði rannsókninni. Og hún í gögnum málsins og á þýsku vegna þess að sko hún að reyna að nálgast sko Karl Schütz með þetta eftir hann komin inn í málið. Tökum bara það sem dæmi. Það ekki lagt fram fyrir dómstólum. Afturköllun Erlu á játningum hennar ekki lögð fram. Og það eru mörg svona dæmi í málinu. Þú ætti að hangja einhverju smáatriðum. Þetta smáatriðum? Er afturköllun þeirra sem eru dæmdir í þessum málum löngu áður? En síðar var fullyrt að afturköllunin hefði komið fram. Er það smáatriðum? Þú getur ekki bara valið það sem þér hentar og ekki annað. Mörgum sinnum fyrir dóm til þess að geta afturkalla. Hún afturkallaði ekki einu sinni játninguna í meðferð málsins fyrir héraðsdómi. Slíkar afturkallanir játningu eru auðvitað venjulegum kringumstæðum, merkingarlausar þegar koma svona löngu síðar og gera svo bara þegar aðal meðferð máls eru svo fyrir dómi. Í öllum málum sem við erum í hér... Þetta ári áður. Þetta sko, það eins og ég segi, þetta ótrúlega rankarar en það náttúrulega spurningin, sko rannsóknarnefnd, eða þessi, hvað þetta kallað? Þetta kallað starfshópur. Ég meina, hann getur skoðað þessa málsmeðferð, en hann getur ekki úrskurðað eitt eða neitt í raun og veru, hann getur sendt frá sér einhvern mat. Sýnist að þessi hópur geti bara svona spjallað, sko. En getur hann sendt frá sér, sko, eitthvað álit sem veldur því að þetta verður tekið upp aftur? Er það ekki dálítið langsótt? Mjög svolítið langur tími sem þessum starfshópi gefinn, til 1. apríl. Í raun og veru liggur þetta fyrir. Það liggur auðvitað fyrir bara málið meinkall. Það bara svoleiðis, en það liggur fyrir. Og það lá fyrir sko fyrir 14 árum síðan. Alls konar gallar í, já. Það er í öllum málum. Já, en sko, Ómar, þú lítur að viðurkenna það að þetta mál svo meingallað. Ég ekkert viss það nefnilega. Þú ert ekki viss það? Nei, ég ekkert viss það. Ég búinn að lesa hennan dóm fram og tilbaka. Ég kemst alltaf á sömu niðurstöðu. Þetta nú bara býsna sko ítarlegt og já, ég held bara að Hæstiréttur hafi komist að réttri niðurstöðu. En hefurðu kynnt þér gögn málsins?
Ég er búin að, eins og ég segi, ég er búin að Hæstaréttardómurinn 1000 síður að hvað hann er. Það er allt það sem einhverju máli skiptir. En ef það var beitt harðræði til að knýja fram játningar, eru þær játningar þá? Nei, ég er að segja að harðræðið kom ekki til fyrir en eftir alla játningar lágu fyrir, sko. Sko, þetta er alls ekki, sko. Og harðræðið var fyrst og fremst, sko, gamall maður sem var yfirfangavörður í Síðumálafangelsinu sem að löðrungaði Sævar Síselski einhvern tímann og ef ég man rétt þá sko telur Erla sig hafa fengið einhvern tímann löðrung. Einangurvist, löng einangurvist er náttúrulega skelfilegt harðræði. Hvað myndi við þola lengi við í einangurvist? Já, þessi klúbmenn, þessi sátt inn í sko 105 daga, þeir náttúrulega voru fattir að telja sjálfum sér trú það að þeir hefði eitthvað stað komin á þessu. Það sé þetta gerir mann. Sko, staðreyndin í þessu máli er svo að sko, og það vita menn sem hafa lesið dómana líka, að í þessum málum er að meginefni til byggt á framburðum, endanlegum framburðum sem að koma löngu eftir að gæsluvarðhaldið hefst. Þó svo að þau hafi fljótlega játað þátt sinn eða játað sko einhver aðild að þessu Guðmundarmáli sem þau síðan draga tilbaka, að þá er ekki verið að byggja á framburðum varðandi Guðmundarmálið fyrir dómi fyrir nefnum sko þeim sko framburðum sem koma löngu seinna. Vegna þess að ljós komið þetta sko í fyrstu framburðunum að þá sko gátu þau ekki hafa verið á fyrir bifrið sem þau sögðust hafa verið á og þetta gat ekki hafa orðið með þeim hætti sem að þau lýstu. Sko, aðalatriðið er þetta. Það verður að skoða þetta mál ofan í kjölinn. Það gerðum við. Það gerði ég á 2 ára tímabili. Var það í tengslu við þessa endurupptökubeiðni? Nei, nákvæmlega ekki neitt. Þetta var bara í tengslu við þáttagerð hér í sjónvarpinu. Þetta var í tengslu við þáttagerð hér í sjónvarpinu. Nokkur mánuðum síðar er síðan þetta mál fyrir Hæstarétti. En sko þjóðin og allir þeir sem að sko kynna sér þetta mál með opnum huga en ekki út frá því hvernig það var fjallað á sínum tíma og það geðvikislega ástand sem að ríkti hérna í samfélaginu þá sko sjá það að þetta mál er auðvitað svo gallað að það getur ekki staðið svona, það getur bara alls ekki staðið svona og við getum ekki sætt okkur við það að það verði ekki hreinsa, það er krafa í samfélaginu, það er krafa í þjóðfélaginu og menn get ekki núna haldið áfram að búa til einhverja skjaldborg utanum óréttlætið sem að þarna er. En setjum svo að niðurstaðan hefði verið rétt. Þá held ég að miða við andrúmsloftið í þjóðfélaginu, miða við hvernig fólk talar Guðmundar- og Geirfinnsmálið, að þá væri mjög hollt að hreinsa þetta mál. Það er ekki síður nauðsynlegt ef maður nálgast hlutina þannig vegna þess að þessi óvissa hún grefur undan. Hvernig ætlar að hreinsa þetta mál? Mér er það algjörlega óskiljanlegt. Það þarf að fara ofan í þær ásakanir sem hafa komið fram